Sæltur fólkið, ég heiti Ríkharður, ég er raftónlistarmaður, kenni við nokkra tónlistarskóla og er aðjunkt við Listaháskólann í tónsmíðum og raftónlist. Frekar en að vera að segja nútíðasögur, þá ætla ég frekar að segja hvernig ég kom að þessu lornalabdæmi og að taka langan tíma. Fyrir 25 árum, þegar ég var nemandi í tónlistarskólanum í Reykjavík, þá reyndum við samstörf við hina á þessa skóla. Rann allt út í sandinu, veit ekki alveg af hverju. Fyrir 20 árum síðan fékk ég mikinn áhuga á multimedia, var að pæla í sjónrænum hlutum og alls konar þannig dæmi. Gerði eitt stórt projekt, fann engan stafrænan myndlistamann á Íslandi á þeim tíma. Gerði það sjálfur, komst að því að ég er ekki góður myndlistamæður. Það var fyrir 20 árum síðan. Fyrir 10 árum síðan þá hitti ég loksins stafrænan myndlistamann og byrjaði samstarf þar sem að báðir aðilar gáfu af sér og niðurstaðan var mjög viðunandi miðað við fyrir afrek. Fyrir 5 árum síðan kom ég að tónlistarhátíð sem hét Raflost og breyttist smá saman yfir í bara almenna raflistahátíð með aðkomu fjölda fólks. Og núna síðustu cirka 2 árin höfum við haft Lornalab sem er bara samkomustaður og suðupottur fyrir fólk sem hefur áhuga á tækni í listum, í vísindum og bara í mjög opnum skilningi. Og þetta hefur verið mjög frjótt samstarf, þetta er besta símenntun sem að ég hef hérna innanlands. Sem kennari þá er ég mikið að kenna nemendunum grundvallaratriðin en síðan sendi ég þá í Lornalab til þess að fylgjast með því nýjasta og besta sem er að gerast. Gæti ekki verið án þess. Hvet alla til að kíkja. Takk fyrir.